Það er komið að desember leiðsögn eða stjörnuspá fyrir tvíbura. Svo ég einbyrði aðeins á praktísku atriðunum. Það eru mjög margir tvíburar til í heiminum og margir þeirra á Íslandi og ég get ómögulega lesið fyrir ykkur alla í einu. Það sem ég geri er að ég tengi með ykkur ákveðna bylgjulengd sem að mörg hver ykkar eru búin að hópast inn á. Ef þú tengir ekki við merkið þitt þá mæli ég með því að skoða önnur merki úr stjörnukortinu þínu, þá sérstaklega tunglmerkið þitt og rísandamerkið þitt, en ef það er eitthvað sérstakt merki sem kannski kemur reglulega fyrir í stjörnukortinu þínu, þá gæti það átt vel við þig núna. Við erum ekki að fókusa á smáatriði. Þetta er unnið í flæði og smáatriðin eru mjög sveigjanleg og flæðandi. Þar má nefna til dæmis kyn, aldur, nákvæmar staðsetningar, nákvæmar tímasetningar, því líkt. Þannig að ef að stærsti hluti lestarins á við þig, taktu svo þá til en þá lesum við til þín. Nú, hagræddu þá smáatriðunum innan skynsamlegra marka. En við skulum demba okkur í þetta og við byrjum á því að athuga hvaða tvíbara ég er að lesa fyrir. Nú skoðum við áskoranir og uppákomur fyrir tvíbura í desember. Svo fáum við leiðsögn á tvíbura. Svo vil ég fá niðurstöðu á tvíbura. Og það sem að tvíburum veit ekki, en hefði gott að fá smá auka einsinn inn í. Þá vil ég að rati hér neðst í stokkinn. Ok. Kæri tvíburi. Það er mikið að vera hér þessi dagana en þér líkar það. Þú ert að taka einhverjum breytingum, stíga út í einhverja nýjangar og mögulega eitthvað sem er þér algjörlega óþekkt og þú ert að svona taka sénsinn. Mér líst vel á það, af því að þú ert að gera þetta út frá eigin krafti, eigin eldmóði, af því að þið langar til þess, af því að þið hefur dreymt að gera þetta, af því að þitt æðra sjálf, innra sjálf, innsæðið þitt að segja já, gerðu þetta. Þannig að þú ert að keyra af stað út í einhverja óvissu, út í eitthvað nýtt, út frá þínu passjóni, út frá þinni tilfinningu og þrátt fyrir að vita ekki, þrátt fyrir að vera kannski pínlítið kvíðinn, ég var svolítið stressaður,
þá þetta svo spennandi. Þetta mjög ljúft, þrátt fyrir spennuna, þrátt fyrir kvíðana, þegar það svo mikil tilhlökkun í þessu. Það góð spenna í þessu. Þannig sama hvað það sem að þú ert að prófa að gera þessa dagana. Þessi nýjung, þessi óvissa sem að þú ert að stíga inn í, hún ferðir mjög vel. Og það eitt og sér að þú sért að stíga inn í þetta út frá algjörlega þínum eigin eldmóði, þínum eigin áhuga, þínum eigin krafti. Það eitt og sér nóg til að ég segi þér að þetta svo innilega þess virðis. Þetta svo dásamlega átt sem þú ert að stefna í. Þannig að til hamingju tvíburar, þú ert á mjög skemmtilegri ferð núna. Nú, áskorunin núna næstinni í desember mér finnst sérstaklega, bæði varðandi sambönd og samskipti, en á sama tíma mér finnst aðeins vera, þú þarft aðeins að athuga samband þitt við sjálfan þig. Þú ert því með 2 tvista, þú ert með 3 tvista í borðinu, en minn kæri tvíburi það að þegar þú ert alltaf bæði, þú ert alltaf báðar hliðar, þú ert alltaf speglunin, þú ert alltaf bæði rökin, með og á móti. Og þú verandi svo dásamlegt loftmerki og huglegt merki, samskiptalegt merki, þá ertu sífellt í rökræðum við sjálfa þig. Og það eru fáir sem geta speglað og velt hlutunum fram og tilbaka og velt boltanum fram og tilbaka eins og tvíburar. Þið eru náttúrulega bara yndislegir. En þið eiga til að gleyma sjálfum ykkur í öllum þessum vangaveltum, í öllum þessum rökfærslum. Þið eru oft svo upptekin af því að láta hlutina make sense og láta rökin ganga upp, láta rökin og réttlætingarnar samsvara verði hlutana. Og oft gleymist einfaldlega bara hvað þú vilt, hver þú ert, hvað þú þráir, hvað þig langar. Og það svolítið það sem þú þarft stundum að berjast við, sérstaklega þegar að aðilar í nánu sambandum við þig byrja nú kannski eitthvað að pota og pikka. Að þegar þú ert að gera eitthvað breytingu, þú ert að stíga inn í eitthvað nýja kafla í lífinu, einhvern dásamlega frábæran, skemmtilegan, ögrandi og krefjandi kafla, en svo kemur alltaf hvað ef. Bæði innra með þér, hvað ef, og líka út frá fólkinu í kringum þig. Já, en hvað ef? Af hverju? Til hvers? Ertu viss? Alls konar svona sem að vekur svo þessar vangaveltur hjá þér hvort að hlutin hvort þú getur réttlætt löngun þína. Og það sem gerist þá að þú ferð að efast og þú ferð að tipla tánum og ferð virkilega að hugsa, já, en hvað ef ég að gera vitleysu? En minn kæri tvíburi, þú ert ekki að gera neina vitleysu, þú ert á hárréttri ferð. Og þú þarft svolítið að athuga það reglulega hver vegferð þín búin að vera og hvert þú ert að stefna. Að þegar já, þú ert að stefna út í eitthvað óþekkt og út í eitthvað óvissu og þú sérð ekki hvað framundan og þú sérð ekki hversu löng leiðin en ef þú lítur tilbaka þá sérðu kannski að þú komið svo langt. Og þá tímir ekki að snúa við. Þú þarft að meta þetta algjörlega út frá sjálfum þér. Ekki út frá annarra manna hugsun eða annarra manna rökum. Ekki út frá hvað rökrétt, hvað meikar sens, hvað segir samfélagið, hvað segir allir í kringum mig. Ef þú kafar djúpt inn í þig og spyrð hvað vil ég, þá færðu svar. En þetta mun ýta við þér, þetta mun vera krefjandi fyrir þig af því að þér svo eðlislegt að ætla að líta á allar hliðar málsins.
stundum þarftu bara virkilega að setja það til hliðar og hugsa, ég vil. Leyfðu þér að vera örlítið eigingjörn, af og til. Þú ert það svo sára sjaldan. Fáum leiðsögn fyrir tvíburum. Hér kemur svolítið aftur það sem ég var að segja, að líta á hlutina út frá augum hamingju þinnar og stýra þessari vegferð út frá því sem gerir þig hamingjusama, því að þú ert á svo dásamlegri vegferð og eins og ég sagði, þú sérð ekki fyrir endan og veist ekki hvort þú ert komin, en þú ert lögð af stað og það er það sem skiptir máli og þú þarft að halda þessu ferðalagi áfram sjálfstæður á eigin spýtur út frá eigin hugsun. Þú ert við stýrið. Þú og innsæðið þitt, og þegar þú efast, af því ég segi þegar, þú munt efast, það er fullkomlega eðlislegt og þá sérstaklega þér, minn kæri tvíburi. Þegar það gerist, leitaðu þá í andan, leitaðu þá í innsæðið þitt, dulrænu hliðarna í lífinu. Spurðu spilin, spurðu spákonu, spurðu miðil, spurðu sjálfa þig. Biðdu leiðsögn frá þínum æðri verum og fylgjendum. Biðdu þá leiðsögn og fáðu aðstoð. Þegar það er stundum það sem þú þarft. Þegar það er rök sem að þú getur ekki efast oftar en ekki. Ef við fáum niðurstöðu, þá ertu aftur með tvist. Þá ertu hér að mér finnst, bráðum, svolítið, einhver hlutur sem er ennþá svolítið í þessu sama fari að vilja halda í gamla farið, halda í þægindarammann og halda í vissuna þetta sem þú þekkir. En þú ert ennþá að rökræða við sjálfa þig. En þú finnur núna að þessi þægindarammi sem þú ert búin að vera í er eiginlega að kaffara þér, þrengir að þér og þú þolir ekki mikið meir. Og þú þarft einhvern veginn að brjótast út. Og þú finnur þetta, mér finnst strax að þegar þú ert búin að hefja þessa vegferð, að þú ert farin af stað, að já, það verða efasemdir núna að næsta misserinu. Og þau langar til að stíga tilbaka. En það mun gerast bráðlega að þú finnur þeim lengra sem þú ferð í þessari vegferð, þeim meira verður þægindarammiðin kaffærandi. Þeim meira viltu halda áfram. Þeim meira finnur að þú getur ekki stigið tilbaka. Óvissan er ógnvænleg, en hún er samt svo spennandi og hún býður upp á svo margt. Og aftur kemur þetta með sjálfstæðið. Mér finnst eins og ef ég myndi tala við þig eftir mánuð, að þá værum við að eiga þetta samtali um það hvernig þér finnst þú þurfa að halda í eitthvað gamalt far, þú ert lögð af stað, en finnst þér svo þurfa að halda í eitthvað gamalt far af því að einhver er að segja þér hitt og þetta og að þú getur ekki látið dæmi ganga upp á þegar þú ert alltaf rökkurraðið sjálfa þig, en þú finnur samt að því að þú ert búin að fá smjörþefan að því hvað þetta aðeins meira er, þetta aðeins meira frelsi er, að þá verður einmitt þægindarammiðin svo þröngur og kaffærandi að þér finnst þú vera að springa og þú finnur það líka að fólki í kringu þig verður hreinlega óþolandi. Líka þínu nánustu og kærustu, en þetta bara, þegar allar þessar raddir byrja að hljóma hver þú átt að vera og hvað þú átt að gera, þetta mun verða mjög íþyngjandi og það er svo mikilvægt fyrir þig að tengja við aðra sjálfið þitt, hver þú ert, ekki út frá annarra manna rökum eða skoðunum. Heilt yfir að almennt þá er annarra manna álit á þér eitthvað sem kemur þér bara alls ekkert við.
Þannig að þú þarf svolítið að reyna að fljúga yfir það og halda þér á þannig stað að það varðar þig ekki. Þess að þú veist ekki, kæri tvíburi, aftur inn á við, leitaðu inn á við, hlustaðu inn á við, farðu inn í dýptina eina, farðu inn á naflaskoðanina, finndu hver þú ert og hvað þú vilt. Það er það allra dýrmætasta í þessu öllu saman. Þú veist ekkert hvað er framundan og það er allt í lagi, en þá gefur maður bara eftir. Þú mátt njóta, þú mátt slaka á, þú mátt prófa og þú mátt gera eitthvað allt öðru sig út frá allt öðrum sjónarmiðum en þú hefur venjulega gert. Númer 1, 2 og 3, minn kæri tvíburi, hlustaðu inn á við. Skulum fá smá auka einsýn hér inn. Ok, sjáum hvað við höfum til að bæta við. Sem ég sagði í upphafi, þá ertu að stíga út í ykkur algjör óvissu, eitthvað algjörlega nýtt og algjörlega út frá þér og þínum vilja. Það er þrátt fyrir að þetta sé eitthvað sem kemur út frá þér og þínum vilja og það sem því sem þú vilt gera, þá er þetta samt einhver sér stórt skref og erfitt. Það verður ekki tekið frá þér að þetta er eitthvað sem þú þarft að hafa fyrir. Við lítum ekki fram hjá því. Átökin eru séð og ekki bara það að þú ert að leggja mikið á þig, heldur ert að leggja mikið í þetta heilt yfir að þú ert bæði að berjast fyrir þessu og á sama tíma ert að plana og skipuleggja og láta dæmi ganga upp. Og við sáum það að þú átt eftir að vera í endalausu rökræðum sjálfan þig og annar manna skoðanir eða eftir að trufla þig, þannig að þú fer eitthvað að efast og tefla tánum í kringum hlutina. En þú ert með áminningu að líta aðeins yfir farinn veg og líta aðeins til þess hvert þú ert að fara. Þú ert með hauk í þínu horni alveg klárlega og þú ert fær að gera hvað sem má segja. Þú ert með sterka aðila með þér, hvort sem þeir eru hér í þessu lífi eða annar staðar frá. Þá ertu með mjög góðan stuðning. Það vantar ekki. Þetta eru svo sannkallaðir haukar í þínu horni. Það er, hvort sem eru einn eða fleiri einstaklingar, þá eru þetta einstaklingar sem standa svo algjörlega með þér í einu öllu og eru algjörlega þínar persónulegu klappstýrur. Hafðu þær með þér í liði, leyfðu þær að hafa þessa klappstýru með þér. Og hlustaðu þegar þær hafa sitt að segja. Það er ekki þar með sagt að þú þurfir endilega að taka því sem þeirra ráðleggingum eða þeirra skoðunum sem einhverjum heilugum og sönnum, einum og sönnum sannleik og þú verður að fara eftir því. En í staðinn fyrir að vera alltaf að hringla og rökræða sjálfa þig einhvers staðar ein út í horni bara með hugsunum þínum, finndu þér
þennan aðila sem þú hefur í lífinu til að kasta boltanum á milli. Stundum þurfum við bara aðeins að fá að spegla. Og þú, kæri tvíburi, þú ert ekkert nema spegil. Þannig að stundum vantar þig að kasta boltanum á milli. Þannig að fyndu haukinn. Leiðsögnin þín, við vorum að tala um að bæði þú þarft að leyfa þér að vera eigingjörn á og til, leyfa þér að njóta, leyfa þér að gefa eftir inn í hamingjuna, fylgja sjálfstæðinu þínu í þessari vegferð og muna að það þú sem stjórnar og þú þarft að hlusta inn á við, inn í innsæðið þitt, aðri mátt, leyfa þér að trúa, það kemur hér endurtekning, leyfa þér að njóta, leitaðu inn á við einbúin, leitaðu innri styrkiðinn og þú munt uppskera það sem þú sáir. Niðurstaðan var svo að já, þú hringlar áfram í þessu fari í ykkur stund, það er að segja í þessum rökræðum og pínu svona fram og tilbaka, en þú munt finna alltaf meira og meira fyrir hvað hversdagsleikinn og þægindir ramminn sem þú ert búin að vera í er orðinn aðþrengjandi og þú þolir það illa og þetta óþekkta sem er ógnvænlegt en spennandi á sama tíma það mun alltaf verða meira freistandi og freistandi og þú mun dreyma það meira og meira. Þú ert að passa að halda skoðunum þínum sterkum, standa með þér, ganga þennan veg sem þú boðar og ekki taka mark á annarra manna áliti. Haltu þér sterkum, haltu þér stöðum, ekki láta grafa undan þér, alls ekki. Þú ert hægt og rólega að ávaxta mikið, þú þarft bara aðeins að bíða, þú þarft að gefa aðeins eftir. Eins og ég segi, þú þarft að halda þér svolítið yfirveguðum. Að þegar núna eru fræin sem þú ert búin að sá, þau eru að þroskast, þau eru að vaxa, þau eru að dafna, þau eru styttist í að þau koma upp á yfirborðið og þangað til þú þarft bara svolítið að bíða og biðja. Þegar þú ert í gífurlegum þroska og þú ert að læra mjög mikið, þú þarft bara aftur að passa aðeins að taka bara byrðina sem þú átt, það er að segja þína ábyrgð, ekki annarra manna. Mundu hvað þú átt og þú berð eingöngu ábyrgð á sjálfu þér, þínum gjörðum, þínum orðum, þínum hugsunum, þínum líðan, þínum sársauka. Þú berð ekki ábyrgð á annarra manna áliti. Þetta mun allt réttast, koma upp. Þetta mun allt fara á þann veg sem það mun á að gera. Þetta í stuttu máli þá mun þetta blessast. Og þú ert einhvern veginn þú ert að breyta einhverjum ákveðnum grunnstoðum í þínu lífi, í þinni tilvist. Þú ert að breyta einhverjum grunnelementum í lífinu og það er ekki lítið. Það er hægara sagt en gert, þannig að ég get ekki annað en dást að þér, kæri tvíburi. Þetta er krefjandi og ögrandi vissulega en svo virkilega dásamlegt. Þetta er verulega góð spá fyrir þig. Þú ert alveg á kórréttri leið, haltu áfram. Ég ætla að taka þessa leiðsögn heim og saman með einu spili úr Mystical Shaman Oracle stokkinum. Og þú fær spilið Fire, eldur, kraftur, eldmóður, móðir jörð, kjarni jarðar, kjarni sjálfsins. Skulum fá leiðsögnina. Eldur yfirgnæfir allt sem það snertir. Eldur minnir okkur á að náttúran og raunveruleikinn er
ekki varanlegur og hversu auðveldlega aðstæður geta breyst og snögglega. Þær geta breyst úr fegurð yfir í kaos. Eldur ástríða og dansandi logaröð bjóð okkur að teygja okkur upp til himins. Varminn og ljósið eru fallegir, gefandi, en samt engu að síður of heitir til þess að snerta, af því að þá brennum okkur. Þegar að stíga algjörlega inn í eldorkuna að stíga inn í algjöra umbreytingu, rétt eins og fönixfuglinn sjálfur, að brenna upp og rísa upp úr öskunni. Hlýjaðu höndum þínum við hjarta innri eldin sem að býr í þér. Leyfðu honum að brenna í burtu erfiðin, leyfðu honum að gleypa sársaukann og sorgina. Ef lífið hefur orðið of stíft, of kalt, of grunnt, kveiktu þá á kerti eða gerðu þess svona bál og hentu inn í eldin öllu sem hefur orðið stíft eða sárt eða erfitt. Gefðu það inn í eldin til þess að umbreyta því og settu lífið þitt af stað, kynntu lífið þitt. Þannig að þetta svolítið svona til að taka heim og saman að það verður að bjóða þér að stíga inn í umbreytingu og það verður að bjóða þér að halda áfram í mikla breytingu og algjöra breytingu og að losa þig við það sem að þjónar þér ekki lengur, gamla tilfinningar, gömul mynstur, gamla sársauka, með því að nota innri kraftin þinn, innri eldin þinn til að kynda upp breytinguna og kynda lífið þitt. Settu eld. Og það var ágætis ráð þarna að ef þú upplifir eins og það sé ekki nóg að gerast eða ef þú upplifir sársauka eða sorg eða þreytu eða hvað það nú er, þá þarf ekki meira en að gefa sér örlitla stund til að kveikja á kerti og bara huglegt senda stífleikann, sorgina, kuldann og allt þetta, senda það inn í logan og leyfa loganum að brenna því upp. Þá þessari leiðsögn lokið. Ég þakka fyrir áheyrnina og ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og nýtist og verði til góðs. Takk fyrir mig og þar til næst.